að efast Það væri gott að heyra þitt álit, Herdís. Já, stjórnskipun landsins, hún náttúrulega bara skýr í stjórnarskránni. Og það hefur verið talað mikið þingræði. Þingræði eitt af einkennum og á sér stoð í stjórnarskránni samanber 1. greinarinnar að hér lýðveldi með þingbundinni stjórn. Hins vegar forseta færð ákveðin völd í stjórnarskránni. Þau ekki hrein, en það alls ekki hreint þingræði hérna og það mjög mikilvægt að muna það. Það í raun og veru hálfgert forsetaræði hérna. Forsetinn, hann hefur ákveðin völd og þó svo að forsetinn hafi ekki beitt málskotsréttinum fyrir 2004 eða 50 árum eftir stofnun lýðveldis, að þá það ekki eitthvað sem að venja og hefðir helguðu spillingu og venja og hefðir eiga ekki að útiloka að það sé hægt að virkja þau ákvæði í stjórnarskrá sem voru þar sett og fyrir ástæðu, af ákveðinni ástæðu. Og þetta mjög mikilvægur réttur, málskotsrétturinn, og hann mjög mikilvægur fyrir þrískiptingu ríkisvaldsins að geta haft þetta aðhald. Já, við förum í málskotsréttin á eftir. Já, nei, þetta bara... Ég ætla að fá aðeins þitt svo. Við förum í málskotsréttin á eftir, en það var ágætt að heyra það þegar það rétt sem Ólafur nefndi. Kristján Eldjárn, hann hugsaði þessu í 30 mínútur árið 1974 og varð síðan við beiðni Ólafs Jóhannessonar. Ert þú þeirrar skoðunar að forsetinn verði að verða við ósk forsætisráðherra þingrof eða telur að hann fari með þingrofsréttin ásamt forsætisráðherra? Ég held að forsætisráðherra fari með þingrofsréttin, já. En þú, Herdís? Samkvæmt stjórnarskránum fer hann með þingrofsréttin með forsætisráðherra. En ertu þeirrar skoðunar að forseti geti synjað forsætisráðherra þetta undir einhverjum kringumstæðum? Það bara mat hverju sinni. Það pólitískt mat, lítur að vera, það hægt að teygja ákvæði stjórnarskrárinnar. Það geta komið upp aðstæður. Þess vegna ákvæði stjórnarskrár oft nokkuð opin og einföld vegna þess að það geta komið upp aðstæður sem reyna á túlkun. En hefur hann seilst of langt, hann Ólafur, að ykkar mati? Umfram það sem skilgreint í stjórnarskránni? Hvað varðar beitingu málskotsréttarins þá þakka ég honum fyrir það. Hvað varðar aðra hluti? En þú, Þóra?